Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Ég er með mjög áhugaverðan gest hjá mér í dag. Það er hún Þuríður María Guðmundsdóttir og ég gæti svo sem reynt að rifja upp sögun hennar og segja ykkur, en ég held að það sé miklu betra að hún kynni sig bara fyrir ykkur með því að segja ykkur aðeins af sér og hvernig í leiðir leið þangað sem hún er núna. Velkomin í þáttinn til mín, Þuríður María. Takk fyrir og gaman að vera hjá þér. Já, yndislegt. Ég veit þú ert í heilun og ég veit þú hefur verið að miðla og ég veit þú ert að gera vinnu með grasalækningar, en hvernig byrjaði þetta allt? Já, hvernig byrjaði þetta allt saman? Já, það er einhvers staðar er eitthvað svona vendipunktur. Já, ég er reyndar sko alin upp, ég er sem sé í miðju barn af 3 systkin, við erum 3 systkin og ég er í miðjunni. Já. Ég er alin upp sem sé með, mamma mín vann mikið með íslensku jurtirnar og amma mín sérstaklega. Þannig að ég er sko alin upp við að fara út í grasamóa og hjálpa þeim að safna jurtum á vorin og sumrin. Þannig í rauninni má kannski segja að það fæ ég svona pínlítið bara með móðurmjólkinni. Já. Og ég þegar ég er alast upp að þá er fólk að koma sérstaklega til ömmu minnar og það er að sækja bæði smyrsl og seyði, seyði til inntöku og smyrsl til útvortisnotkunar. Þannig að þetta er eitthvað svona sem að er bara eðlilegt í rauninni svolítið hjá mér. Já. Síðan verð ég ung mamma og er 24 ára og því ég kom með 4 börn. Eins og það stendur. Eins og var mikið á þessum tíma. Já, já. En síðan og ég var ennþá að hjálpa ömmu og fara með henni í grasamóa og ég var mjög gjörn á að mér langaði að læra alls konar og kynna mér alls konar en mátti samt ekki endilega vera að því. Nei, sjálfsög ekki með 4 börn. Síðan veikist elsta barnið okkar og hún er veik í 5 ár og hún fær erfið legusár. Og það var í rauninni ekkert nema smyrslið hennar ömmu sem að raunverulega kannski hjálpaði þar. Já. Ásamt því að við fengum líka hjá henni 8 grasakonu, bæði smyrsl og seyði. Já, já, þannig að amma þín hefur þekkt Ástu eða hvað? Eða þú... Nei, amma mín, hún í rauninni er ung stelpa norður austur á Fáskrúðsfirði og þar kynnist hún Þórunni grasakonu sem að ég held að hafi verið amma Ástu. Já, er það? En tengdamamma ömmu minnar, hún var líka grasakona á Fáskrúðsfirði. Þannig að þetta er svona svolítið í fjölskyldunni. Heldur betur. Heldur betur, sko. Og en síðan ég lendir eldri soni minn í brunaslysi, alvarlegu brunaslysi. Og það merkilega er að svona cirka 2 mánuðum áður en það gerist, þá kemur gamla konan til mín og segir, er ekki tímabært að þú lærir þetta núna? Ég fæ bara, vá. Þannig, og af því að ég náttúrulega var að nota þetta á stelpuna mína og þá fannst mér það alveg upplagt að læra þetta svo að þekkingin væri einhvers staðar. Svo ég læri þetta hjá ömmu minni 1984 og síðan 2 mánuðum seinna þá lendir sonur okkar í mjög alvarlegu brunaslysi. Þannig að þá raunverulega er ég komin svolítið með lífstíðarverkefnið upp í hendurnar. Ég reyndar fékk ekki að fara með smyrslið inn á spítalann á þeim tíma. Nei. Og það urðu svona pínu orðaköst á milli mín og læknisins. Já, skil þig. Allavega þá bara vogaði ég mér ekki með smyrslið mitt inn á spítalann. En ég fékk hann heim 6 vikum eftir bruna, hann var alveg í 4 vikur bara í mikilli lífshættu. Já, ég skil. Og síðan fengum við að taka hann heim eftir 2 vikur þegar hann var svona komin yfir það versta og ég held að hafi verið að því læknarnir þekkt okkur. Já, ég skil. Því við vorum með annað barn sem var mikið á sjúkrahúsi. Já, já. Og það höfðu verið sár sem að koma ófólkunni og greru illa og þá sagði ég við læknirinn að nú ætlaði ég að fara að nota mín ráð. Já, hjá henni. Og það var alveg svona þegjandi samkomulag, ég mátti gera það sem ég vildi heima hjá mér þótt ég mætti það ekki inn á sjúkrahúsinu. Ég skil, já.
Þannig og þar í rauninni var komið svona grunnurinn að því að ég var komið með þetta í hendurnar og þetta var svona bara eiginlega lífstíðarverkefni. Og þar með í rauninni hófst kannski svona meira þessi hugsun að fara að sem sé vinna meira með jurtirnar. Já. Og síðan náttúrulega sem sé deyr elsta stelpan okkar og við ákvaðum að brjóta okkur svolítið upp og fluttum út á land. Já. Og það var búið að vera svona alls konar í hugmyndir í sambandi við nýsköpun í sveitum og svona alls konar. Og mér hafði svo sem aldrei dottið í hug að gera neitt með smyrslið en það var alltaf verið að leita í það og það var farið að nota það mikið á spítalanum svona bara hjúkrunarkonurnar voru að benda á það og svona alls konar. Já. Þannig að þetta var eiginlega svolítið meira heldur en bara það sem ég ætlaði í rauninni þarna á þessum tímapunkt. Það sem að mér fannst vont var að þetta er náttúrulega bara það sem þessi þekking sem að ég fæ frá í rauninni ömmu minni og mömmu minni og mér fannst ég þurfa að vita eitthvað meira þannig að í kringum aldamótin fór ég og lærði grasalækninga. Já, það, já. Og tók líka ilmolíufræðin og þannig að þú ert með ilmolíufræðin líka í jurtunum. Já. Og það sem styrkir þig, þannig að þú ert allavega með svona eitthvað sem þú getur bent á. Af því miður að þá er svona svolítið litið niður á fólk sem hefur ekki endilega svona háskólagráður eða eitthvað svoleiðis. Já, það er ótrúlega snobb í samfélaginu. Það er þú veist, það að læra af einhverjum sem kann eitthvað utan skólakerfisins, það er eiginlega varla tekið gilt af því það er ekki innan skólakerfisins, sko. En það er merkilegt að þú ert að tala um brunasmeyrsl, að lítill frendi minn, hann sé ekki 38 ára núna eða eitthvað svoleiðis, hann hellti yfir sig kaffi, hann tegði sig einhverju snúru og eitthvað og það helltist yfir hann kaffi og hann var 2 ára og það bara fór húðin alveg niður. Já. Og það var náttúrulega bundið handlegginn á honum strax og hann er á sjúkrahúsi en ég fór strax til Ástu og náði í græna smyrsliðinnar. Já, einmitt. Að við höfðum verið að nota það bara svona heima hjá okkur og við vorum að tróða, sko, ég og mamma hans tróða svona smá undir umbúðirnar fyrst, svo kemur hann heim og hún bara á hann á hverjum einasta degi, líka löngu eftir að ytri einkennin hurfu úr húðinni. Já, einmitt. Og það bara, núna í dag, ef þú leitar vel, þá sérðu smá rák niðri, sem er einu merkin eitthvað hefur komið fyrir hann. Já. Maður hefur alveg séð, sko, þar sem að hafa verið kannski svona frekar djúpu bruni að eini munurinn er í rauninni kannski pínu litamunur. Já. En ekki endilega. Nei. Sem er eiginlega magnað, sko. Mjög magnað, sko. Já, en ég held, sko, því miður þá tapaðist mikið af þessari þekkingu út af þeim fordómum sem voru gagnvart grasafólki áður fyrr, sko. Já. Þannig að en ég er bara óbúslega þakklát ömmu minni fyrir að hafa tekið mig í læri. Já. Og þetta hefur nýst mér mjög, mjög mikið. Og ég veit að fólki mitt að það til ef það er að koma hálsbólga eða eitthvað, sko, þá tekur það bara pínu smyrsli í skeiðina og lætur leka niður í hálsinn, sko. Já, hálsbólgan er farin. Vá, en æðislega. Á svona ýmsan hátt. Já, að þetta eru náttúrulega bara jurtir. Þetta eru bara jurtir, já. Og í jurtasmyrslun er undirstaðan, það er vallhumallinn okkar sem er náttúrulega frábær heilunarjurt og græjurt. Já. En svo hef ég verið að nota haugarvan í andlitsmyrsl. Haugarvinn er rosa góður og hann dregur bólgu líka. Já, það er svo ótrúlegt að segja það líka, sko, því nú er smyrslið svo feitt. En rakin í jurtinni skila sér í smyrslið. Þannig að það virkar ekki eins, sko, þú ert að nýta það með rakanum í rauninni. Þetta draga það inn, já. Já, og þetta er besta smyrsl eða besta sem maðurinn minn fær bara eftir aksturinn, það er andlitsmyrslið. Já, er það?
þannig að þetta er svona gaman að því. Yndislegt, ég meina það er náttúrulega hvernig við ákveðum að nota hlutina og hvað við ákveðum að nota og þessi jurtasmysl eru náttúrulega náttúran okkar. Algjörlega og þetta náttúrulega, sko, við erum líka bundin af vaxtartímanum, þetta er ekki langur vaxtartími sem jurtirnar hafa á Íslandi. Nei. Þannig að þær þurfa að vera ansi duglegar og taka mikinn kraft á stuttum tíma. Já. Þannig að þær eru svo ekstra kröftugar. Já. Og síðan er ég með augsmysl líka og þar er baldursbráin í aðalhlutverki. Já, er það? Já, þannig að hún er eiginlega svona þessi íslenska Kamilla svolítið. Já, og þá svona til að vinna á hrukkum og bólgum í kringum. Já. Og síðan er birkið í varasalvanum sem að er bara frábær. Og birkið er með vírus, er vírusdrepandi í birkinu þannig að það virkar vel á frunsur. Já. Þannig að smátt og smátt svona minnka þeir að koma. Já, áttu svona sýnishorn af í hvernig umbúðum þessi smyslin eru? Þetta er í svona áldósum í dag. Já. Og þegar COVID-tímabili kom að þá var svona pínu vandræði með að finna umbúðir af því það voru svo mörg svona smá fyrirtæki út í heimi sem að hreinlega bara lögðu upp laupana bæði með glerumbúðir og annað slíkt sko. Já. Þannig að það voru svona ýmsar áskoranir eftir COVID sko. Það búið hjá mörgum, já, alveg rosalega mörgum. Já, og síðan náttúrulega var ég sko því að í sambandi við bara í grasalæknirinn að síðan var ég svo ótrúlega heppin að kynna svo góðum heilsuvörum. Já. Sem að ég hef verið að nota líka og ég tel bara algjörlega bjarga minni heilsu. Já. Þannig að ég bara, og kannski líka, sko, þegar þú lendir á sem staða að vera með langveik börn eða vera bara með sjúklinga yfir höfuð, að heilbrigðiskerfi kannski hefur ekki allar lausnirnar fyrir þig. Nei. Og þess vegna kannski ferðu að leita út fyrir ramman og ferðu að fara meira kannski inn í þetta sem ég vil meina að setja hefðbundna þótt að það sé kalla þetta óhefðbundna. Já, þetta er sko... Þetta er grunnurinn sem kemur aftur úr bara... Já, og þá ferði rauninni að leita lengra og leita kannski annað og fyrir vikið held ég að maður verði svona viðsýnni og kannski meira tilbúin til að skoða raunverulega bara margt sem er í boði. Já. Og ég er bara óbúslega þakklátt fyrir það að vera tilbúin til að kynna mér svona alls konar sem að er verið að segja mér frá. Og síðan getur bara valið það besta fyrir mig. Já, það er svo mikilvægt að gera það. En þú ferði gegnum það að missa dóttur þína þegar hún er bara tiltölulega ung. 12 ára, já. Já, það hlýtur að hafa verið mikið áfall fyrir fjölskylduna. Þetta er eiginlega svona áföll og ég var einmitt bara að rifja það upp daginn bara út af öðrum áföllum sem að hafa verið að gera svona nálægt okkur og í fjölskyldunni að þetta eru svona sár sem gróa aldrei. Það er ekki tækt að segja að þetta grói. Nei. Það kemur húður yfir þetta. Já. Og þú lærir einhvern veginn að lifa með þessu. Já. En síðan kannski þarf ekki endilega mikið til að það sé verið að kroppa í hrúðrið þitt sko. Já. Og þá lendur í brekkunni aftur. Já. Þannig og það sem maður kannski veit í dag er að brekkan kemur. Já. Þannig að þú þarft bara að leyfa brekkunni að koma og komast yfir hana og síðan heldur áfram aftur. Já. Þannig að þetta er svona svolítið þannig en að halda þetta sé eitthvað sem sé bara búið þegar þetta er búið að það er bara alls ekki þannig. Ég held að þetta sé að það allra erfiðasta sem að foreldrar gangi í gegnum að missa börnin sín. Já, svo er þetta líka svolítið vanmetið þegar þú ert búin að vera hvort sem þú ert með börn eða sem sé ef þú ert með mikið veikan einstakling búin að vera með einstaklingi veikan lengi að þá er sagt að þú sért svo vel undirbúin en það er ekki þannig því þú ert aldrei undirbúin. Nei, ég segi nú alltaf sem betur fyrir erum við ekki undirbúin undir það að aðrir degi kringum okkur eða við missum það af því að það væri, ég held að reynslan sé þetta tilfinningalega ferli sem við förum í gegnum. Algjörlega. Ja. Þannig að þetta er svona ástæðan kannski fyrir því að ég fer meira að vinna með jurtirnar og fer að kynna mér þessi fræðin á bakvið það og annað. Og ég lærði svæðanutti líka, ég er nuttari. Já.
það náttúrulega kom líka til út af því að ég þurfti að sinna börnunum mínum og fólkinu mínu. Já, Og síðan bara gaf ég mér þá gjöf líka að kynna mér reiki þegar það kom hérna í kringu 1990. já, einmitt. Og þetta voru svona mína leiðir bara í minni sjálfshjálp til að hjálpa mér sjálfri. Já, já, ég skil, já. Og ég sem því tók reikimeistarann og kláraði það 1996. Já, Og mér finnst eiginlega bara í sambandi við þegar ég tala um reiki að mér finnst það eiga að vera skylda í grunnskóla, í svona 8. til 10. bekk. að læra það, já. Já, vegna þess að þetta er svo mikil mannrækt, þetta er svo mikið í rauninni, sko, það eru margir sem vilja tengja þetta trú, en þetta er ekki tengt neinum trúarbrögðum. Nei, Og þetta er í rauninni bara ofboðslega mikil mannrækt og í rauninni bara til að styrkja okkur sem einstakling. já, Og þannig að ég myndi gjarnan vilja sjá að það væri farið með eitthvað svona inn í grunnskólana. eigum við ekki að segja nýja jörðin sem við erum að stíga inn í, Jú. orkan, hún fel eitthvað svona í sér. Jú, ég bara svo sannarlega myndi maður vilja trúa því að það verði þannig. Já, og líka skilningurinn á því að handayfirlagning og orkusendingar hafa áhrif. Þú veist, það er ekkert allir sem að trúa því, ég meina heldur ekki svona hugsana orka, en ég meina það, hún hefur alveg áhrif, sko. Nei, en samt trúum við ýmsu sem að við getum hvorki fest hendur á eða sett augun á, sko. Einmitt, sem er náttúrulega Þannig mjög að- mikilvægt, sko. Já. Já, þannig af hverju ekki? Ég náttúrulega veit þetta virkar, skilur þú Ég veist. líka. Já, ég er svo marg búin að reyna það sjálf, þannig að í mínum huga það er ekki spurning, sko. Þetta virkar og þetta er mjög öflug leið og ég bið mjög mikið fyrir fólki ef það er veikt og það er bara ákveðið fólk sem hringir alltaf í mig ef það er einhver veikindi í kringu það, þannig það er bara það sem ég geri og ég er sko á því að þessi bænaorka og bara þessi hugarorka er svo öflug. Ef við lærum að beita henni, þá skila. Ég er bara algjörlega sammála þér og þeir segja líka að sterkasta vopnið okkar sem við eigum, það er bænin okkar. Og ég trúi því alveg algjörlega. Og ég hef líka, eins og þú segir, ég hef líka upplifað það bara á eigin skinni, bara sjálf í rauninni hvernig þetta virkar. Og í rauninni bara líka ef þú tekur, sko vegna, ef maður tekur sjálfan sig og hugsar bara hvernig líður mér þegar ég er jákvæð og hvernig líður mér þegar ég er neikvæð. Já. Það er svo bara himinn og haf á milli. Já, algjörlega. Og líka það bara, ég held að skipti líka miklu máli að maður sjá í rauninni glasið sitt alltaf hálf fullt en ekki hálf tómt. Já. Og svo líka þessi ákvörðun að vera glaður og þakklátur. Það er mikilvæg, já. Já. Þannig, og það er í rauninni bara ákvörðun sem maður tekur, að vera glaður og vera þakklátur. Ég vil hérna tilfinningu dagsins þegar ég vakna á morgnana. Já. Ég byrja við eftirvænting, þakklátt eða þú veist að bara hvað er að gerast, skilur við? Já, þetta er náttúrulega bara lífið er náttúrulega bara spuni, stæðstu spunin og já, og mér finnst þetta bara mjög áhugaverður tíma líka sem við lifum á. Rosalega áhugaverður. Já. Alveg rosalega. Og svo mikla breytingar sem við erum að fara í gegnum sem eru svona innri breytingar. Já, margt sem maður skilur ekki og ég einhvern veginn er bara búin að taka ákvörðun það að ég þarf ekki að skilja allt. Nei. En það var gott að vera vakandi og eins og ég segi, mér finnst þetta mjög áhugaverður tími. Já. Og athyglisverður. En svo og sjá bara hvernig fólk er að bregðast við líka, því að sko mér finnst líka verið að byggja svolítið á óttanum sem að við raunverulega þurfum svolítið að ná böndum á og sleppa. Já. Okkur er haldið í ótta af því að það er svo gott að stýra okkur þegar við erum í ótta, af því að óttin er svo lágri tíðni. Já, einmitt. Og svo þegar þú hækka tíðnina upp og þú kemur í hjartað, þá bara hækkar svo mikið og alveg fer hátt upp og þegar við erum þar, þá er ekki hægt að stýra okkur eins. Nei, nákvæmlega. Við fylgjum hjartanu og hjartað segir okkur, nei, þetta er ekki rétt og þetta er ekki rétt. Ég ætla að fara þessa leið. Algjörlega. Já, svo stygt, sko.
Ég ætla að spyrja þig út af áður við hættum eða snúm okkur að öðru eins og það stendur, Já. að hvar ertu að selja áburðinn þinn? Sko ég hef verið, það er verið að í rauninni hef ég bara verið með hann bara sjálf svona í dag Já, en það er verið að vinna heimasíðu já, og hún er í rauninni opin en bara rétt svona að byrja að fara af stað því að ég var ótrúlega heppin hérna á árum áður að þá kynntist ég markasetningunni á þessum vörum og já, þá er ég ekki bara að tala um mínar, heldur svona þessum bara íslensku heilsuvörum á öðrum já, og og fór í samstarfi við Breta. já, ok, Mjög áhugavert og það var heilmikill lærdómur í gegnum það og það eiginlega svona, eiginlega veit ekki alveg hvernig ég á að útskýra það en það urðu svona allavega slit á því samstarfi. já, Þannig að ég var ekki tilbúin til að ganga þá leið sem að raunverulega kannski fylgdi þeirri markasetningu. Þannig að ég ákvað að stíga til hliðar og í leiðinni sem að kannski tók mér svolítið langan tíma að vinna mig í gegnum að því að sko smyrsli mín voru þekkt undir nafninu Móa. já, En ég raunverulega gat ekki haldið með nafnið eftir þessi samskipti. já, ég skil, Þannig að ég eiginlega er bara búin að vera svona pínulítið að finna leiðina mína í rauninni tilbaka. En þessi smyrsli eru notið á Landspítalanum. já, það hefur Þannig komið þessu öllu saman, já, það er náttúrulega ásamlegt. Þannig að það er verið að vinna heimasíðu núna og hann er mikið að hjálpa með strákurinn minn sem að lenti í brunanum. Ég skil. Og hann er svona eiginlega bara alltaf að banka í mig og segja mamma þú eiginlega bara verður að klára þetta. Sko. Hefur hann náð hann sér að mestu? Hann er ótrúlega flottur í dag. Hann er náttúrulega með brunalítinn því þetta var 45% þriðastigsbruni. Og það brennur svo mikið, sko, kjötið fer svo mikið líka, þannig að þú hefur ekki sama stuðning í vöðvanum eins og áður. Nei. En hann býr á Spáni, hann hefur heilsan er bara betri þar. Já. Og en já, hann er ótrúlega flottur. Hann á sig bara mjög vel. Já. Já. En svo hefur þið þróað, sko, þessa hæfileika þína til heilunar og næmi aðeins meira. Ef við förum kannski inn á þá sálma, þá náttúrulega bara þegar ég er stelpa og unglingur, þá veit ég hlutina, en ég veit ekki af hverju ég veit á, eða hvað það er nákvæmlega sem ég veit, en samt veist eitthvað. Já, já. Og það fyrir rauninni síðan að þróast meira svona því ég verð eldri en jafnhliða því þegar þú lendir í svona áföllum og þegar áföllin halda áfram að gerast að þá smátt og smátt hætti maður að trúa og treysta á eigin getu og eigin skilning í rauninni sko. Já. Þannig að ég kannski erfiðasta brekkan mín í rauninni í þeim málum hefur verið að trúa því að þetta sé raunverulegt. Já. En þetta er líka sko það sem að maður er bara að byggja með að þú finnur það samt alltaf í hjarta. Já. Og ef að maður bara aðeins leyfir sér að stoppa og leyfir sér að finna svarið er alltaf innra með manni. Já. Ef maður vill hlusta. Það er svolítið merkilegt að því að ég sko ger stundum svona tilraunir á litlum krökkum og ég var að bjóða svona dóttur minni upp á, ég man ekki lengur hvað var að bjóða henni upp á og það var eitthvað tvennt eða þrennt sem hún mátti velja og hún sagði, ég veit það ekki og ég, já, ok, þú veist það ekki en settu hendina á hjartað og spurðu hjartað og hvað heldur það sé sem að þú átt að velja? Þetta. Já. Og með leið svarið, skilju, þú veist, það var bara þegar við gefum okkur tíma til að fara inn og spyrja og hlusta. Já, nákvæmlega. Og ég viðurkenni það alveg að sko ég hef alveg lent á þeim stað að hrífast með svona í bylgjunni þegar eitthvað hefur verið að vera. Já. Og tekið ákvarðanir
vitandi það að það var ekki nákvæmlega það sem að hjarta mitt sagði mér, sko. Við höfum öll gert það. Við höfum öll gert Og það er bara einfaldlega þannig að þá fær maður það bara í bakið. Kemur aftur. Já. Já, 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 Já. já, já, já. Þannig að þannig að eins og ég segi, sko, maðurinn minn, hann hafi nú orðað á því ofta að, sko, hann sagði það stundum nóg að heyra hvernig þú segir hlutin, þá veit ég hvort það sé eitthvað sem er rétt eða ekki rétt, sko. Já. Hvort það sé eitthvað sem er, og mér fannst það svona athyglisvert að því ég náttúrulega gefði ekki endilega gaum hvernig ég segir hlutin, sko. Nei. Hann fór að taka eftir því að það skipti máli bara, þú veist, að hann fór að þekkja tónin í rauninni. Já. En síðan náttúrulega bara eins og ég segi, gaf ég mér þess að dýrmætu gjöf að kynna mér Eikið og það hefur hjálpað mér alveg ótrúlega mikið í gegnum bara mína leið og mína leið. Ég held einstaka sinnum námskeið og það er alveg það dásamlegasta sem ég geri, það er að halda Reiki námskeið. Já. Þannig að, en ég er ekki að auglýsa mig, þannig að það er ekki mikið. Nei. Síðan en ég hef líka alltaf þurft að vera að gera eitthvað, skapa eitthvað í höndunum. Meðan ég var sem sé ung og með krakkana litla, þá prjónaði ég mikið, saumaði mikið út og var alltaf eitthvað að gera svoleiðis. Já. En síðan fór ég kannski svona meira að snúa mér að einhverju öðru því ég varð eldri. Ég þarf aðeins að lauma inn, sko, því ég er með stjörnukortið þitt við hliðina á mér. Já. Ég er nú eftir að lesa í það fyrir þig, sko, en en þú ert með Marsinin í 7. húsinu í Fiskum. Okay. Og það er mjög skapandi. Já, ok. Skapandi orka og listrænt. Já. Þannig að orkan er vandi staðar. Já, ég hef alltaf þurft bara til að lifa, þá var þetta er svona partur á næringunni. Já. Þetta er alveg svo að borða, þurfa að gera eitthvað, eða hafa bara þörfina til að gera eitthvað. Já. Síðan er það 1998-9, þá förum við nokkra vinkonurnar saman á klippimyndanámskeið. Já, henni Öldu Ármönu listakonu. Já, það var mjög skemmtilegt og athyglisvert og þegar ég er sem sé á þessu námskeiði þá fer eitthvað í gang, eitthvað meira heldur en raunverulega þá. Ég er með eina mynd sem var til, af því hún er svona mjög ólík þeim sem ég er að gera í dag. Hún er svona svolítið stón. Já. Þú skerða hann. Já. Já, þannig að hún er svona mjög ólík. Lyftinni aðeins upp. Já, merkilega, já. En þarna strax er komin þessi Maríu, eða þessi, af því það var ekkert endilega kannski það sem var lagt upp með, en samt pínulítið þannig. Já. Og og þá í framhaldinu fór að verða til myndir sem voru svona miðlunarmyndir. Já. Þannig að og það voru nokkri sem að pöntuðu myndir og meiri sé að fólk sem ég þekkti ekki nokkuð skapaðan hlut, sko. Og miðlunin fylgdi myndinni. Og tengir þið þá bara og skrifa niður eða tekur upp? Í rauninni á þeim tíma þá raunverulega bara þegar fólki kom og náði myndirna, þá raunverulega fékk það smá lestur og þetta var eiginlega bara meiri fræðsla, þetta er ekki til að miðla einhverjum sem er farin eða eitthvað svona, þetta er svona meiri fræðsla sem að var kannski til viðkomandi svona, já fræðslu já, síðan er ég með eina mynd sem ég fekk lánaða sem að ég gerði, sem var svolítið svona, þú veist já, mjög falleg. Þetta er svona, þessi einstaklingur sem að átti á þessa mynd hefur verið að vinna bara með hjarta sitt og kærleikann og svona, myndin í rauninni að styðja og styrkja þann þátt í viðkomandi og hjálpa viðkomandi. Þannig að þetta var svona gaman. Síðan er önnur sem er svona allt öðruvísi, sko. Já, heldur betur, já, en samt rosalega falleg. Og hún er eiginlega tengd. Þú erum að taka aðeins myndina frá því að það blokkir á talið. Já, ég segi, hún er eiginlega tengd heima. Þetta er eiginlega bæði að
Já, það dettur svolítið út hljóðið hjá þér. Já, ok. Já, En núna. já, það er betra. En hvað Ok. tengdist þessi mynd? Hún eiginlega bara kom og þetta var í rauninni á þessum tíma, þá var voða mikið í heimsmálunum bara í rauninni hérna Jerúsalem og Ísrael og allt þetta sko, þannig að þetta var bara mynd sem var til í rauninni bara í sambandi við heimsmálin í rauninni. Já, já, Og svo var önnur mynd sem að varði mig til á sama tíma, ég bara fann hann ekki, ég veit ekki hvert ég hef stungið henni, en þar var Alþingishúsið í fyrirrúmi. Svo kom ein henda ofan og önnur svona neðan og svo voru svona litli kallar sem að var verið að henda á milli sín. Og ég í rauninni skildi ekki þessa mynd fyrir hennar í hruninu. heldur betur. En það er svona koma þær, sko, það er alveg hérna. Ég, myndin sem ég fékk hjá þér, mér finnst hún æðisleg. Já, Sjáist hérna. Ég ætla að gera já, þær eru komnar meira út í svona að vera svona kannski þessir íkonar og vera svona á 3 plötu, sko. Já, já. Og og ég fékk miðlun með og það sem Já, er fyrst merkilegt við þessa mynd, sérstaklega, er að ég á spil sem ég dreg gjarnan já, og uppáhaldsspilið mitt þar, þessi myndin heitir Maríuljós, já, uppáhaldsspilið mitt þar er María Magdalena og þú sér litina, já, einmitt. Já, það og tengist rosalega flott, sko. já, og þessi litur sem er í myndinni þinni, þessi bleiki, Já, þetta er í rauninni innri hjartastöðarlitur. já, Þannig að þetta sýnir í rauninni svolítið hvernig tengingin þín er já, líka. já. Já, En ég veit og ekki, þessi mjög mynd, vænt um hana og hún er hér í öndvegi upp á vegg hjá mér og ég horfi á hana beint hérna. já, síðan gerist það sem 2006, þá förum við 2 saman til góðar vinkonur minnar í Danmörku Já, og við fórum saman á námskeið þar sem við vorum að skrifa íkona. já, Það er ekki talað um að þú málir íkonana, heldur er talað um að þú skrifir þá. já, já. Þannig að og það var mjög heilagur tími og ég ætti kannski að ná í þann íkona bara ganni til að leyfa þær að sjá munin. Endilega, gerðu það. Við býðum bara róleg, hún kemur aftur. Það er svona meira svona alvöru sko, Já, já, eða þannig. já. En talað þó að sé verið að mála þá er kallað að skrifa íkona. Já, það talaði um að hann sé skrifaður og þarna raunverulega lærðu við að blanda litina Já, og þú færð bara litin í duftformi og svo er það eggjarauða sem er notuð. það er bara alveg gamla aðferðin, já, en frábært. Já, og svo er þetta blaðgutt Sem er í kantinum, sem er í gyllingunni sko. Gyllingunni, já. Þannig að þetta var mjög gaman og Já. framhaldinu af þessu námskeiði þá fóru að skapast svona þessir íkonar eins og þeir eru meira í dag. Já, Ég er með nokkra svona ólíka já, ótrúlega flottir. og þeir fá allir eitthvað nafn, þannig að þeir standa fyrir einhverju hver og einn sko. Já, Og það þessi er eiginlega fallegur, já, Ha, þessi er mjög fallegur hjá þér. og það skemmtilega kannski líka við þetta er að ég fer og fæ sem sé í húsasmiðjuna eða Bíkó og kaupi sem sé þetta MDF efni Já, og þetta eru yfirleitt bara afskurðir. já, þannig þú ert að nota, þetta er endurnýtt. Þannig að þetta er eiginlega svona pínu að endur nýta í rauninni kannski það afskurðin Já. frá öðrum. Já, Og síðan nota ég mikið náttúrumyndir, sem sé íslenska náttúru í grunninn á myndunum já, og það er í rauninu svona til að styrkja jarðtenginguna í því. já. Það er þessi fíni mosi hérna í minni mynd. Já, einmitt, og himinin rauði þarna. Já, 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 En þær eru mjög ólíkar. já, Hérna er önnur. já.
þegar þú ert að gera svona myndir og einhver Já, hefur samband við þig og biður miðlun eða eða mynd. gerur þá, sestu þá niður og býr til mynd eða er kannski myndið þegar tilbúin? Það er eiginlega bara bæði. Þannig málið er að það þýðir ekkert fyrir mig að ákveða það í dag að nú ætla ég að setjast niður og gera myndir. Það Nei, virkar ekki alveg þannig. því að ég nefnilega þegar ég hafði samband við þig að þá sagðir ég þarf aðeins að hugsa og aðeins að bíða og aðeins að líða og eitthvað. Já, Þannig að en síðan bara þegar við vorum búin að leggja á og ég hugsaði þetta, þá var ein mynd sem að ég var búin að horfa mikið á þessa mynd af því að sko nafnið á henni, það er sem sé andlega sterkur leiðtogi, hún heitir það myndin. já, Og ég var eiginlega orðin svolítið forvitin það hver ætti þessa mynd. já, já, Þannig að hún var tilbúin í rauninni, þetta var komið inn í orkuna. ég Og skil, þegar ég er búin að leggja á síma þegar við tölum saman að þá kom það strax til mín að þetta væri myndin hennar Guðrúnar. frábært, frábært. Þannig að, en síðan sko, þannig að þetta er eitthvað, þetta kemur svona til mér, síðan eins og ég segi, það þýðir ekkert fyrir mig að ákveða það í dag, en síðan gerist eitthvað og þá kemur þörfin, Já, þá þarf ég að fara að skapa eitthvað og gera eitthvað. já, Og þá geta komið 10-20 myndir. ég skil bara þegar þú sest Já. niður og þá já, Og ég kannski horfi á myndefni sem ég er með og ég hugsa bara þetta er galið, þetta passar ekki neina myndir. Og síðan bara ertu með sama myndefni og það eru komna myndir. já, Þannig að þetta gerist í rauninni í þessu ástandi, þessu huglæga heilunar ástandi í rauninni. mjög merkilegt sko, mjög merkilegt. Ef að fólk hefur áhuga á að eignast svona mynd eða komast í samband við þig, Já. á ég þá ekki bara að setja upplýsingar hvað netfangið þitt eða ertu með vefsíðuna? Jú, það er langbest að setja bara upplýsingar netfangið og það má alveg setja líka bara vefsíðun í sambandi við smyrslin. Já, Og þótt að það sé bara rétt að fara á stað en þá svona mun hún taka breytingum sem er bara líka allt í lagi. það taka allar vefsíður breytingu, ég get alveg lofað þér því og það er bara, maður verður bara að setja út það sem er tilbúið og svo sér maður hverju þarf að breyta og þá breytir maður því og Algjörlega, og svo ef að fólk vil nálgast eitthvað í sambandi við fæðubótarefnin eða heilsuverðnir þá er það líka bara alveg að senda mér bara tölvupóst. já, já, En mér langar að segja hans frá myndunum líka aðeins meira já, að reikimeistarinn eða sem sé það að ég sé reikimeistari þá er ég að vinna líka með fjarheilun já, og það er fjarheilun í myndunum. Það er mjög sterk jarðtenging og ég vinn með þær eins og bara sem sé ég læta því sem sé í bókina mína. Þannig að ég er með bók Já, sem ég virkar eins og skil, bænabók já, og þannig að ég held áfram að vinna með myndirnar eftir að fólk fær þær í hendurnar. þannig það er heilandi orka í myndinni minni Já, sem heldur áfram að virka fyrir mig. akkurat. Og ég vinn með bókina mína og þar að leiðandi myndirnar á hverjum degi og svo er bara svona ekstra tími einu sinni í viku sem er svona. Þannig í rauninni og ég heyri það alveg hjá fólki að það finnur fyrir heiluninni frá myndinni. Já, já. Og líka það að ég læt sem sé nafnið á viðkomandi sem fær myndina í bókina með myndinni. Því ég er með litla mynd af myndinni. Já. En það er ekki bara sá einstaklingur sem er að njóta heilunarinnar, heldur raunverulega bara sá sem er að njóta myndarinnar og það sem myndin er að hún virkar í kringum sig. Já. Þetta er allt orka og allt virkar og hefur áhrif. Algjörlega og ég er að fá líka staðfestingar frá fólki. Já, það er eins og það detti stundum út talið að betra núna. Já. Ok, þá bara færi ég mig ekki neitt. En já, ertu að fá staðfestingar frá fólki? Já, í sambandi við myndirnar að ég hef alltaf líka verið með í gegnum tíðin og þá hef ég verið með bænabók sem ég hef verið að vinna með. Já. Þannig að ég vinn með bækurnar saman.
Og þetta svona pínu líka svona þessi leið að koma fjarheiluninni meira frá mér að líka geta gert það svona á myndrænan hátt. Já, já, það er yndislegt, minnst það yndislegt. En þetta með fjarheilun, sko, ég fengi fjarheilun frá öðru landi. Já, einmitt. Og þú veist, frá reikimeistara í öðru landi, þannig ég veit alveg hvernig þetta virkar, sko, og það er náttúrulega, ef maður er næmur þá finnur maður alveg fyrir þessu. Þeir sem er ekki næmir en taka á móti, þeir líka fá, af því þetta er náttúrulega snýst að taka á móti. Algjörlega, og ég bara, þú veist, ef maður hugsar ef að það yrði nú þessi orka yrði tekin, þessi heilunar orka, bænar orkan og nýtt, bara ímyndið ykkur bara í hvaða heimi við værum að lifa. Betri heimi. Það væri nú aldeilis svolítið öðruvísi heldur en það sem við erum að horfa upp á í dag. Já. Það er mín trú. Já, það er svo margt sem þarf að breytast, en það er líka margt að breytast, vegna þess að það er svo miklu fleiri sem eru að opna hjartað. Já, og ég held líka bara að þörfin, hún er orðin svo mikil, fólk er komið í svo mikla vöntun. Já. Þannig að og ég er bara alveg meira en til í að leggja mitt á vogaskálina. Já. Að koma þessari bæna orku og heilunar orku. Já, en þú ert að vinna í Kærleikssetrinu, er það ekki, í Mosfellsbæ? Jú, ég hef aðstöðu þar svona þegar að ég Já. Þú ert að heila eitthvað eða hitta fólk. Já, einmitt, já. Sem er bara frábært, en ég segi bara, haltu áfram að gera svona fallega myndir. Haltu áfram að... Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér, bara dásamlegt að hitta þig líka. Já, það er búið að vera bara yndislegt gaman, þannig bara takk fyrir að koma og gangi allt í haginn. Ég met Maríu myndina mína mikils, gaman að heyra. Og veit að Magdalena orkan er með mér, sem er yndislegt. En það er bara staðfesting eiginlega á því að fá svona mynd, svo takk æðislega fyrir og takk fyrir að koma í þáttinn til mín. Takk fyrir mig. Og takk fyrir þín sem er að hlusta fyrir að hlusta, og ég bið ykkur að smetla á like og subscribe þegar þið hafið hlusta á þáttinn, til þess að fá fleiri svona góða þætti til að hlusta á. Takk fyrir samveruna.